Já, góðan dag. Ég ætla að fjalla hérna Benko gambitinn, sem sagt þegar hvítur teflir þessi G3 setup. Hérna, sem sagt teflir eitthvað svona G3. Þetta er svona setup sem Kramnik gerði vinsælt á sínum tíma. En síðan þá hefur margt vatn runnið til sjávar og að mínum að þetta er svartu komið ágætis úrræði gegn þessu afbrigði og ég hef svona tilfinninguna að þetta fari nú að detta svolítið úr tísku á hvítum. Það er ekki þegar búið að gera það. Nú í vídeo nummer 50 og 51 á YouTube þá fjallaði ég hérna svartur frestar að drepa A6 og einnig þegar svartur drepur strax á A6. Það er svona gefur svona ekstra möguleika. Þannig að ég ætla að byrja að taka þetta svolítið skipulagt. Skipulag.is ég ætla að byrja að fara yfir þessi setup þegar svartur með P2 og D6. Það er semst þegar svartur bara drepur hérna á A6 og reytar F3, D6 og G3. Daginn fórum við hérna yfir þessar E4 línur hérna sem er svona þetta klassíska og hvítur fer með kónginn og G2 og allt það. En núna ætlum við að fara við G3 hérna. Svo eftir fer ég yfir aðeins öðruvísi línur þegar svartur drepur ekki strax á A6. Biskup G7, þetta er nú bara svona mainline rókering, rittar B7. Og aðalmáli hjá hvítum í þessum variant er biskupnum C-num, það þarf að koma honum í gagnið sko. Oft reynt að leika B3, biskup B2 og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svona vandræða kallinn hjá hvítum. Nú ætlum ég að taka þetta bara lið fyrir lið eins og ofta áður. Dróning C2, valdar C3 rittaran og undir býr hugsanlega B3. Dróning A5 ætla ég að mæla með hérna. Já, ég held að þetta rittar BSS var ekki af gott hér. Hvítum myndi tefla svona húkur D1 en er svona eitthvað gamalt plan hjá svartum er húkur A7, dróning A8 en þetta er sannlega aðeins betra á hvítan sko. Dróning A5 pressum á C3 rittaran og við viljum fara að leika húkur F, B8 og svona rittar G4 svona bretti hvernig hvítu bregst við. Nú byrjum að hróku B1 biskup C4 góðleikur hótum á A2 rittar D2, rittar B6 vissulega gefum við biskupin en við náum þessar sterku Benko pressu með hróku B8 og svo framvegis. Ég skal bara sína nokkra leiki við segjum B3 þá rittar A3 alltaf leikur og þetta er svona þægileg benkost á svartan hrókur B8 væntanlega og mjög erfitt fyrir hvítan að bæta stöðuna sína svo getur rittarinn farið hérna eitthvað á flakk og svarti getur undirbúið C4 og góðum tímapunkti. Hrókur D1 er annar leikur það rittari B6, ég ætla að meðla með honum. Gefa honum upprópunumerki. Rittar G4 getur líka komið til greina. Ég með eitthvað framhald hérna. Biskup C8 að reyna að þynga fram E4, veiking á D3 reitnum. Heldur með svona. En biskup E3, dróning A5. Og hérna er eitthvað svona taktík sko. Þetta kemur alveg til greina.
biskup D2, C4, þetta svona dæmigert. Þetta á hugmynd að fara með biskupin og C8 á F5 setna, þú sér tempo. Ritari B6 kannski bara einfaldasta lausnin. Segjum hrókur B1. Hvítur að reyna að koma biskupinum í gagnið á C1. Nú þá eru 2 leikir. Biskup C4 og ná bara í D5 peði. Sjáum að hótum á A2 og D5. Og rittar F7 önnur leið, biskup D2, rittar C4, biskup 1, hrókur FB8 og við erum með þessa benko pressu. Hvítur ákveð svo vel með að leika B og A peðin áfram út af rittar A3 þetta. Og það geti verið að fara að koma eitthvað 2-földun jafnvel á B-línni. Þannig að það er svona mér finnst allavega skemmtilega með svart í svona stöðum. Það sjá biskup D2 annar leikur. Hrókur FB8, B3, dróning B4. Góð leikur. Það hugmyndi gæti verið C4 og góðum tímpóti en maður þarf aðeins að passa sig á ritari D4. Það var að vísa að drepa B3 og svo er ritari C5, ritari G4 eitthvað slags. Nú ritari A4 hefur telst og það var dróning E4 góð leikur og svartur betra. Beð á E2 og beð á D5 er veikt. Það er ekki svo öll að finna leik fyrir hvítan. Það er að bakka hérna. Já, hrókur 1, dróning A5, dróning C2 og ef það kemur E4 þá er ritari G4. Við sjáum að D3 reiturinn alltaf veikur eftir E4. Við sem sagt viljum fá yfirleitt hvítan til að leika E4 til að veikja þessa reiti hérna á D3, C4, D3, það verður svona ekstra veikt sko. Nú dróning C2, ritari B6 upprópun, E4, ritari D7, biskup G5, hótar á E7, þá er ritari C4 áhugaður leikur. Ég gef honum það merki allavega. Við fórnum sem sagt. Hér eru að fórna piðin á E7. Biskup drepur E7. Hrókar 8, biskup Gunnar 5 og ritari drepur B2 og svart stendur betur. Það er náttúrulega hangir hérna á C3. Þetta var svona lærdómsrík taktík hérna ritari C4. Og B2 er veikast til lekkurinn núna eftir að biskupinn fer. Baka H3 annleikur til að koma í veg fyrir ritari G4, E5 eitthvað svoleiðis. Ritari B6 bara að tefla sömu systemin. Pressar á D5 og biskup C4 geti verið að koma. Þannig ég held að H3 sé ekki sérstakur. Þannig C2, já ég var búinn að taka þetta fyrir. Hrókur B. Já, segjum biskup D2. Þá er biskup B7 upprópunarmerki. Það er einnig aðeins byrja dróning C2.
rittari B6 og rittari D4 getur verið svona eins og að vera eitthvað sniðu taktík sko út af B4 og drottningin á ekki reitt, en við eigum hérna biskupinn D3, drottning drepur D3, drottning A6, B5, drottning A5 og já, þetta allt í góðulega svartan sko. Bara aðeins að vera vakandi fyrir svona taktískum hugmyndum. Biskupinn D2, biskupinn B7, viljum fá hvítan leika E4, nú segjum H3, þá drottning A7 fítleikur, fá drottningun úr skálinu biskupins eins og D2 og hótum á D5, E4, biskup A6 og svartur með bullandi spil fyrir P sko í þessu. Hrókurinn getur verið að fara á B-línuna eða C-línuna jafnvel, og rittarinn gæst ekki á D4 út af drottningunni, þannig að ég held að þetta sé nokkuð efnilegt spil. Drottning C2, drottning A7, E4, biskup A6, hrókur D1 og rittari G4. Nú er það sama vandamlega á hvítum, það er D3 veikleikin eftir E4, H3, rittari G5, rittari drepur og biskup einar 1 og hrókur F B8 og að mínum að þetta er svartu með alveg fullnægjandi spil fyrir P hérna sko. Og það er alltaf spurning hvenær maður á að leika C4 og rittari D3 og síðan þetta var að herja á B2 með hefðilega tvöfald á B-línni. Síðan er rittari C4 auðvitað leikur í mörgum stöðum. Nú biskup einar 1 var annar leikur auðvitað, hrókur B8 já. Biskup E3, rittari C4, svartur með þetta benko spil sitt, fínum málum bara. Já, núna ætla ég að taka eins fyrir hérna sem sagt svartur drepur ekki strax á A6, það gefur smá svona munur á stöðunum. Það er bara svona sína leikjaræðir, ef maður er nokkuð viss að það sem hvítir var að tefla G3 systemi sko, þá var þetta að tefla þetta svona, en það er ekki víst að G3 sé gott á móti þessu sko. Rittari D7, býðum með að drepa A6, hrókering rittari B6 upprópunumerki og við erum semst að fara að tefla gegn þessum hrók, hann komist ekki á B5, B1 segi. Biskup F5 er alltaf hugmyndin og rittari 1-4 og svartur stendur ágætlega hér sko. Hún er á D5, hún er á A6 auðvitað og það er ekki sérstök vandamál hérna sko. Þetta er svona eina af þessum hugmyndum, en þá það maður náttúrulega nokkuð vissum að hvítur sé að fara að leika G3, tefla það sko. Nú rittari H4 annar leikur og þá fyrir biskupinn á D7. Það er ekki að bakka aðeins, hrókering, biskup F5, ég glemdi hérna, já, rittari einar 1, ég ætla að byrja á því, sem sagt, já, rittarinn vill fara hér á C2 og E3 og sannlega lenda á C4 síðar, drottning B6, rittari C2, drepið, hrókur B8, B3, rittari einar 8. Nú rittari B4 kemur líka til greina, telur þetta svona,
fara bara í þetta endatafl. Það allt í lagi á svart sko þó að við gefum biskupinn, en það kannski fjara svolítið út í jafnteflið sko. Það að skipta mun, en þetta nú svona jafnteflislegt. Já, hlutum við bakka eins. Nú rittar 1-8, biskup D2, rittar B4, segjum dálning B2, rittar C7. Þetta nú ekki fyrsta skipti sem við sjáum rittarinn flakka á E8, C7, B5 eða eitthvað svoleiðis. A4, þá má drepa á D5. Rittar B4, góðleikur. Og þetta endatafl ætti nú að vera bara svona jafnvægi. Sé ekki neinn vandamál hjá svörtum. Það auðvitað að passa að AP-ið fjúki ekki upp af vísu, en það auðvitað að blokka það. Nú drottning E4 annleikur. Þá má tefla þetta oft svona, jafnvel þú fórnir sterka biskupnum. Hrókur A7 og rittar F6. Vandamáli á hvítum, hann með vissulega biskupin, en hann með veikari piðastöðu sko. Hrókur A8. Já, ég held að svartu sé alveg ok hérna sko. Rittar H4 annleikur. Já, ég átti reyndar eftir hérna á dróning E4. Hótar á E7. Nei, ég er rugla. Ég er búin að þessu. Það var ekki. Þetta var svona keimlíka leikjaraðir. Þannig að þetta H4 annleikur, biskup D7, hrókur B1 og hrókur FB8, og hér myndum við vilja leika rittari C7 ef þetta leik. Og semst fara með hann á B5. Og þá var A2P mjög viktu þetta. Og við sjáum að rittarinn á H4 er svolítið svona á enga reyti sko, það alltaf eða tempu og ég að fara eitthvað tilbaka. Segjum B3, þá kemur bara dróning A3 ágætt, maður sé að þetta er C7, þetta kemur líka til greina. Teflaða svona, en dróning A3, ok, hvítur. Ef hann er metnaðarlaus, þá jafntefli, en það er vissulega ósigur í teóriinni fyrir hvítan. Svona fræðilega sé, segjum biskup B2, þá er C4 upprópun. Rittar F3, rittar C5, rittar D4 og hérna rittar 1-8 góðleikur. Biskupinn og G7 alveg sterkur í pressunni. Biskup A1 og hérna er F5 ágætsleikur. Hvítur, svartur heldur bara við í hórfinu og pressas. Það er erfitt fyrir hvítan að gera eitthvað sérstætt. Þetta er nú svona hálfgert 12 framhald á vísu sem ég var að skoða. Og svarturinn betra. Hrókur upp í C3, það er biskup A4. Þetta er eitthvað önnur leið. Þetta er svona langur útidúr, en það er nú líklega bara svona jafnt. Þannig að það eru svona ýmsar leiðir í þessu fyrir svartan sko. Það er með rittara ef maður frestar að drepa á A6. Það er eins og sko hérna. Já, þetta er og svo er þetta hinn klassíska leiðin.
Já, þannig að það getur verið mjög trikki á svörstum að teflið sem sagt eins og ég sýndi í vídeónum daginn að býða með þetta upp á A6 þá þarf þetta að kunna kursulínurnar og vera nokkuð vissum að hvítur sé að tefla upp á G3 afbrigði. En í þessu biskutur upp á A6 afbrigði eins og ég sagði hann þá erum við semst bara að tefla þetta svona normal með þessum að reyna að þynga fram E4 og veikinguna á D3 eins og skoðum á hann og þetta er alveg ágætt stað á svartan sko. Og til að sömmuræðis þetta þá í hinnu þá eigum við enn option þetta með rittar á A6 eða leika rittari D7 og rittari B6 og svo er þetta alveg mjög fínt framhald sko. Já, ég held ég sé búin að fara yfir svona flestu valmöguleika fyrir svartan gegn G3 afbrigðunum og nú er bara að skemmta sér við að murka hvítan í þessum stöðum. Ég þakka fyrir tímann í dag.